Hæ, Úlfhildur Úlfsögu hér og ég er hér með nóvember leiðsögn eða nóvember stjörnuspá og í þessu myndbandi tökum við fyrir 4 merki. Við tökum fiskana, hrútinn, nautið og tvíburann. Bara til að yfra á þessu típiska. Ég vinn í klæði og ég tengi mig inn á bylgjulengdir. Þannig að það getur vel verið að lögnin þín, merkið þig, passa engan veginn fyrir þig eða akkurat. Við skulum ekki vera að hengja okkur í einhverja smáatriðum. Þannig að ef að mestmegnið passar fyrir þig, taktu þetta þá til þín og hafðu smáatriðunum innan skynsamlegra marka. Nú, ef þú tengir bara alls ekki, þá annarkvort ég bara inn á allt á mér í bylgjulengd, en þú gætir prófað að athuga önnur merki úr stjörnukortinu þínu og ég mæli þá sérstaklega með tunglmerkinu þínu og rísendamerkinu þínu. Og eins og ég segi, það eru svona sveigjanleg atriði eins og aldur, staðsetningar, svona nákvæmar þarlega, nákvæmar tímasetningar. Ef ég segi að eitthvað sé fjarlæg fortíð, þá er það kannski ekki svo langt síðan fyrir þér. Eða einmitt að ég get fyrir að tala eitthvað sem mér finnst vera nýlegt, en kannski eitthvað mjög gamalt fyrir þér. Ekki taka því of hátíðlega. Náin sambönd líka, þau getur verið mjög sveigjanleg. Kyn, ekki taka þessu of hátíðlega. En við skulum dæmba okkur í þetta. Við byrjum á fiski. Við byrjaðum fyrir nokkuð spil fyrir það hvaða fiska ég að lesa fyrir. Já, frábært, takk fyrir. Og svo vil ég fá leiðsögn fyrir fisk. Ég vil fá niðurstöðu fyrir fisk. Fiskurinn sem ég að lesa fyrir, við erum hér að tala eitthvað sem mikill svona snillingur í sínu fagi í það minnsta og það sem þitt fag, þín iðn, þín grein, hvað sem það þar ert þú ofboðslega sterkur og ofboðslega langt komin og svona algjörsemi. Komin mjög langt finnst mér í þinni þekkingu, í þínu sérsviði. Ég finn að þú ert samt engu að segja, ég finn fyrir svolítið sérvisku þar auki, en það kannski líka kemur eins og lítil fullkomna árátta, bara þú ert komin þar langt, þú veist nákvæmlega hvað þú vilt í þínu fagi, í þínu sviði. Þér hættir kannski við að gleyma þér aðeins í þinni sérvisku, í þinni fullkomnun og þá þarftu aðeins að koma niður á skýjunum. Það er svona þinn helsti skratti kannski svolítið það og það sem að aftra þér finnst mér helst í samstarfi og samskiptum við aðra að þú ert oft á tíðum kannski svolítið servitör með það sem þú vilt. Það er mjög svona nákvæmt, þú ert með mjög svona hárnákvæmar kröfur á hlutina. Þetta svona pínu eins og þú vilt bara ákveðna tegund af kaffi og lætur ekki bjóða þér annað. Og
það er svona pínu, þetta getur pínu vafist fyrir þér og að mér finnst sérstaklega í samskiptum og samstarfi. Þetta getur svona, já, þeir sem eru kannski að reyna að vinna með þér, þetta getur farið svolítið í pirrunar á þeim, en að mörgu leyti þá er þessi sérviska eitthvað sem að, þú ert að biðja þú ert að setja svona ákveðnar kröfur á einstaklinga sem verða til þess að þeir gera betur, sem er þroskandi fyrir þá, en á sama tíma þá oft þú kannski stundum svolítið erfitt að koma til móts við hina líka. Það er svolítið þar sem að mér finnst þetta að vera að lenda. Og leiðsögnin mín, það er hér að þú þarft alveg á því að halda að líta og rýna vel inn á við, svolítið djúpt inn á við. Og sérstaklega hvað varðar fortíðina þína, því að það eru eitthvað svona fortíðar element, einhver erfiðleikar að tráma eða einhver reynsla, eitthvað sem nær alveg inn í grunnstoðirnar í lífiðinu, þannig að þetta er sennilegast eitthvað úr barnæskunniðinni, eitthvað sem gæti verið úr uppeldi, eitthvað hvað er á foreldræðina, eitthvað svoleiðis, eitthvað svona mjög frá mótunar árunæðinum. Að það er eitthvað þar í fortíðinni sem að hangir að það svolítið í þér og þú ert að draga svolítið með þér áfram þegar það er kominn tími til að gera það upp og sleppa tökunum á því. Þú hefur algjörlega þroskan í að sleppa tökunum á þessu, en það er svona, já, þetta er eitthvað sem þú kannski vilt ekkert alveg viðurkenna að þú sért að díla við þegar þú upplifir ákveð óöryggi ef þú ert ekki með þetta spil í höndunum einhvern veginn. Þetta er eitthvað þarna kemur svolítið inn að þetta er eitthvað sem að svona, já, veldur ykkur óöryggi hjá þér og hefur raunar alla tíð gert. Og mér finnst eins og að í dag liggi óöryggið í því fyrst og fremst að það ætla að horfast í augu við þetta, það ætla að fara í þessa vinnu að díla við akkúrat þetta atriði. Þar ertu hræddur við að tapa þér. Þar ertu hræddur við að missa kúlið, að þú hafir ekki styrkin í það, en þú hefur alveg styrkin í það. En þú gerir þetta ekki nema með því að fara inn á við. Þetta er eitthvað sem þú leysir ekki með utanaðkomandi lausnum, með einhverjum græjum og dóti og einhverju svona uppfyllingu utanfrá. Þetta er eitthvað sem kemur algjörlega innanfrá. En þetta er eitthvað sem veldur ákveðnu óöryggi og það er svo sem skiljanleg ástæða fyrir því að þetta er eitthvað sem kemur alveg úr grunninu þínum. En það er kominn tími til að sleppa tökunum á þessu. Þetta er bæði það sem hefur mótað þig í að verða þessi ákveðni snillingur sem þú ert. Þetta er eitthvað sem hefur mótað þig í að ná þetta langt í því sem þú gerir og þinni iðn. En þetta líka veldur ákveðnu óöryggi að þú er svolítið svona servétarari fyrir vikið. Þetta er svolítið, þú heldur alltaf í ákveðna venjur, ákveðna hefðir af því að þú ert hræddur að ef þú sleppir því að gera svoleiðis þá mistakist þér. Þessi fullkomnar árátta sem er kannski svolítið fylgjandi, það kemur hér að þetta er svolítið svona, já, ástæðan fyrir að þú ert með þessa fullkomna áráttu og sérvisku í því sem þú gerir, kemur út frá óöryggi og minna sjálfsöryggi en þú ættir að hafa. Það er svona heldur í þessar þráhyggjur eða sérviskur að þá veistu að þetta gengur algjörlega upp. En þarna er eitthvað sem þú þarft að tækla og sleppa í fortíðinni. Þú getur alveg gert hlutina jafnvel þó að þú farir út úr mynstrinu. Það er svolítið þar sem að þessi leið liggur, það er það sem ég er að reyna að koma út úr mér. Niðurstaðan er að finn ég hér dauði á gömlu munstri og endurnýjun. Og þetta gefur einhvern veginn það að sleppa þessu úr fortíðinni, það gefur svolítið færi á
að þú nærð að sleppa tökunum á og þú nærð einhvern veginn að losa þig frá þessum gömlum munstrum og gömlum vönum, þessum gömlu sérviskum sem þú hefur og nærða fyrir vikið að gefa rými fyrir nýjar hugmyndir, meira skapandi vinnu og þú nærði einhvern veginn heilt yfir að vera meira skapandi og sjálfstæðari, í rauninu sjálfsöruggari finnst mér og svona tilfinningarlega öruggari og einhvern veginn finnur betur fyrir hvað í rauninni þú kannt og veist og getur. Þetta gefur gífurlegt sjálfsöryggi og sjálfstæðið. Þú finnur þú þarft ekki að fá allt gúdderað annars staðar frá. Þú einhvern veginn þarft ekki þetta samþykki annars staðar frá eða einhvern stempil. Eða þú ert þá orðinn sjálfstæður og sjálfsöruggur í þinni vinnu eða þinni greina eða hvað þú gerir og áttar þig í rauninni loksins á því og hefur trú á því sem þú gerir og þetta er svona þegar maður er orðinn öruggur á því að hjóla án hjálpardekkja, maður veit að maður kann það, það er ekki kannski maður bara veit, maður bara stígur upp í hjóla og hjólar af stað. Maður pælir ekki einu sinni í það, einu sinni hafa verið hjálpardekk. Við skulum fá pínudýft. Fyrst hvað varðar fiskinn sem ég að lesa fyrir. Svo fyrir leiðsögnina. Ok, og svo fyrir niðurstöðuna. Þá held ég að það sé komið. Nú aftur að því hvað fisk ég er að lesa fyrir. Þá er að tala svona á servitran snilling sem er komið langt í sinni eða greina hvað nú og kann sitt fag mjög vel en hefur kannski svolítið þann, má segja, ókost eða svona tilhneigingu til að vera kannski svolítið servitur og í samskiptum og með að koma til móts við aðra. Og það er endurtekning á því hér að þannig er þetta svolítið egóið að tala. Egóið sem að neitar að koma til móts við aðra, egóið sem vill að hlutinu séu gerðnir á ákveðin máta. Málið er þetta er falskt öryggi og þetta er svona hyperfixation eða svona þráhyggjukennt að þetta er svona ákveðin þráhyggja varðandi öryggisteppið sitt, má segja. Og þetta er eitthvað sem í rauninu þarf ekki að vera að halda á. Þetta er eitthvað sem að óöryggið í þér biður Og einmitt hér verið líka að minna á að stundum þetta kannski aðeins of varkár í þinni grein. Eins og ég sagði það, niðurstaðan býður svolítið upp á að þú verður meira skapandi í því sem þú gerir. Af því þá ertu búin að sleppa kannski svolítið þessum hjálpardekkjum sem þú þarft engan veginn á að halda en hefur samt alltaf haldið í, að þá öðlast einhvern veginn meira frelsi til þess að vera skapandi og sinna svona því sem þú vilt gera, ekki bara fara eftir einhverju reglubók. Og varðandi leiðsögninni voru að tala um þetta er eitthvað sem þú þarft að leita djúpt inn á við með til þess að geta sleppt tökum á okkurum atvikum eða rás úr fortíðinni sem hefur setið með þér og situr enn með þér, eitthvað sem að hefur litað algjörlega grunnstoðirnar í lífinu og þetta er eitthvað sem að berskjaldar þig og eitthvað sem að þegar þú hefur
mögulega í fortíðinni reynt að líta í þetta mál og skoða, þá hefur það farið inn í svona eins og barnslegt óöryggi jafnvel og upplifið þannig berskjaldaðan óöryggan. En því leiðsögnin að fara í þetta og leyfa þér að vera, kemur hér, skapandi gagnvart því og sko leyfa þér að sjá sannleikann í sínu réttu ljósi. Þetta má segja ný átök, nýtt verkefni og það verður áskorun, en hins vegar þá fylgir því svo mikill sannleikur og þú færð meiri og réttari sýn á hlutina. Kannski voru þessi hlutir öðruvísi, barnsaugar sér og skynjar hlutina sem öðruvísi en fullorðinn. Þannig að það er kannski þessi barnslegi ótti sem situr eftir, en þetta er eitthvað sem að þarf að kanna og eitthvað úr fortíðinni sem hefur svolítið litað grunnstoðirnar. Ég vil minna á það að tímasetningar eru svolítið, aldur og tími er mjög sveigjanlegt. Ef þú tengir við þetta, taktu þetta til þín, ekki hengja þig í smá atriðum. Niðurstaðan voru að tala um að gefa þér rými og upphaf til þess að vera meira skapandi og sjálfsöruggur og sjálfstöður í því sem þú gerir og þú áttir að betra á hvað þú ert reynir komið langt í því sem þú gerir. Og það kemur hér endurtekning að aftur þú verður miklu opnari fyrir því að vera skapandi í því sem þú gerir, vera sjálfstæðari og það verður minna um niðurrif. Að það í dag þá áttu til að efa svolítið sjálfa þig, en þannig verður einhvern veginn svona miklu tilbúnari og þú veist alveg að þú getur hlutina, þú hefur trú á sjálfu þér. Og einhvern veginn svona finnur metur fyrir þínum eigin vexti. Og það er hérna svolítið svona að, eins og ég held ég hef sagt það áðan, að þú einhvern veginn finnur betur fyrir þínum vexti, þínum þroska, hvað þú ert í rauninni komið langt í því sem þú gerir og nærð sem jafnvel svona lítilega baka á sjá, lítið við fara veg og áttar þig einhvern betur á hvað þú ert búin að læra og hvað þú getur margt. Það er svolítið svona útkoman úr þessu. Og ég ætla að fá hér eina gyðju fyrir þig. Ég fá stokka samt. Við erum hér með Ma'at. Það stendur fyrir sannleika. Ma'at, hún stendur fyrir því að líf þitt er akkurat þar sem það þarf að vera akkurat núna og þetta er svo dásamlegur tími fyrir sjálfstyrkjandi ákvarðanir. Þú ert að gera alla réttu hlutina og Ma'at er að bjóða þér að stíga óttalaus inn í sannleikann. Að sjá hlutina réttu ljósi og hún er hér til að styðja það inn í það að stíga inn í óttina og óöryggið, því að ótti og óöryggi kemur fyrst og fremst frá óvissu, hinu óþekkta, það að vita ekki. Það sem við vitum og þekkjum það hræðumst við ekki. Þannig að hún er hér til að styðja þig inn í að kanna það sem að þér finnst vera óþekkt og sjá það réttu ljósi. Þannig að já, Ma'at er hér til að standa með þér í sannleikanum. Og þá er það komið fyrir fisk. Og við höldum áfram í næsta merki.
þannig hrútur. Og hérna smásúpa. Jæja, hrúturinn. Sko, þú byrjar á því að detta hérna fara á rönguna í skotnum, en þetta er spilið þitt. Nei, það er aðeins að vera með. Þannig að það er mjög sannur hrútur sem ég er að tala við. Og sannlega það fyrir við mjög ákveðin, kannski svolítið óþolinmóður og mögulega ykkur sem er kannski búin að vera að bíða eftir leiðsögn. Og ég hefði á tilfinninguna að þú myndir þekkja mig persónulega, þá maður hefði mögulega verið farin að reka eftir mér. Ok, og þá skulum við fá leiðsögn fyrir hrút. Og niðurstöðu fyrir hrút. Allt í lagi. Hrúturinn sem ég er að tala við. Ég var búin að sjá það að þetta er mjög sannur hrútur. Þannig að ef þú ert þannig að lýsingar á fólki í hrútsmerkinu eða stjörnuspár fyrir hrúta eiga oft mjög vel við þig, þá er þetta að öllu líkindum til þín. Af því að ég sé fyrir mitt minnst hrútar magnaðir og dásamlegir og yndislegir og þeir eru andstæðan við vogina. Ég er vog. Þannig að það er oft mikil dýnamík þar. En þetta er mjög sannur hrútur sem ég er að tala við. Ákafur og pínuþrjóskur, ástríðufullur, kraftmikill og þegar þú gengur til verka þá ertu óstöðvandi. Það er algjörlega þannig. Þú ert líka svolítið svona, þá átt til að vera svolítið svona klift og skora manneskja. Að það er engin vitleysa. Það er sko annarkvort ertu allur inn eða allur út. Það er svolítið það. Þetta er svona pínu öfgi í þessu. En mér finnst vera eitthvað svona tvíþætt í þér af því að sko hugurinn þinn veit svo margt. Veit ýmislegt hvað er rétt og hvað er ekki rétt og hvað er réttast fyrir þig. En þú átt til að gleyma þér í einhverja ákefð og eins og ég segi þetta er svona allt eða ekkert, þannig að þegar þú ferð út af sporinu þá ferðu gjörsamlega alla leið. En þegar þú ferð inn á sporið aftur þá ertu aftur alla leið. Það er annað hvort eða. En þetta er líka svolítið þannig að það er enginn að fara að leiða þig eða fara eitt eða neitt með þig. Allar þær ákvarðanir sem þú tekur og öll þau spor sem þú ferð út af eða inn á, þetta er algjörlega þú. Af því að þú ert forystusauður. Að það er enginn að fara að smala þér eitt eða neitt. Þú ferð þína eigin leiðir sama hvað. Og þetta er svolítið svona allt eða ekkert. Og mér finnst eins og þú sért stundu svoleiðis í samböndum líka. Þegar hér eru, sko, mér finnst eins og margir eitthvað séu að tækla við eitthvað svona sambandsmál. Náin sambönd, hvort sem eru parsambönd eða önnur sambönd. En ég finn líka, mér finnst ég finna fyrir svona ákveðna einmanaleika líka að þegar mögulega ertu að reka þig á eitthvað svona skilningsleysi hér og þar. Finnst þú vera svolítið einn á báti með svo margt í lífinu. Líka þeir sem að þú
kannski leitar hvað mest til og nærða að tala hvað mest við, að það er samt ekki, þú finnur einhvern veginn ekki fyrir skilningi, ekki það að fólk sé endilega á móti þér, heldur að það bara fatt ekki. Og þetta veldur svona ákveðnum einmanaleika þegar þú finnur, þú ert erfitt með að finna þér jafningja. Það er svolítið þar sem mér finnst þetta liggja. Og fyrir vikið þá áttu stundum svolítið erfitt með náið sambönd. Ert kannski oft svolítið mikið inn á báti. Leiðsögnin snýr aftur að nánu samböndum og minnir á að þetta, þú hefur alltaf val. Líka hvað varðar þess að öfga í þér, að þeir eru líka val. Þegar þú velur að fara út af sporinu og sukka og allt þetta, sko, þú valdir að fara alla leiðina. Rétt eins og þegar þú ákveður svo að fara inn á það sem á að vera rétt braut eða hvað nú fyrir þig, þá velur þú að gera það á eins öfgafullan máta og þú gerir. Þegar þú ert alveg svolítið þar. Þetta allt eða ekkert, minna ég. Og þú ert þar líka svolítið hvað varðar náið sambönd. Og það getur verið hvernig samband sem er. En mér finnst samt vera mikill vöxtur í þér. Og sérstaklega hvað það kemur að ábyrgð. Það er að segja hvar þín ábyrgð liggur og ábyrgð gagnvart sjálfum þér. Og ábyrgð gagnvart öðrum. Þannig að finnst mér líka vera svolítið sko, ef þú átt börn til dæmis, að þá finnst mér eins og þú áttir þig betur á hvað raunverulega ábyrgðin þín gagnvart þeim liggur til dæmis. Og þú finnst mér að uppskera núna rosalega mikla visku frá fyrri reynslu, bara síðustu ára, jafnvel áratuga. Að þú, sko, núna er einhvern veginn púsluspilin að raðast þannig saman að þú ert farin að sjá myndina. Áður fyrir var þetta bara blettir hér og þar, núna ertu farin að sjá miklu betur heildarmyndina. Þannig að þú getur þar ekki miðlað þinni þekkingu og visku miklu betur til annara en þú gerðir áður. Og fyrir vikið þá er svona heilt yfir svolítið jafnara geð hjá þér. Mér langar til að segja æðruleysi, af því að það er hér líka sko, þú ert einhvern veginn miklu rólegri yfir bæði hlutuna sem þú veist og hlutuna sem þú veist ekki. Hér áður hefði það mögulega sko stuðað þig rosalega. Í fyrsta lagi hér áður með hlutuna sem þú veist nú þegar, þá hefur þurft að sko að hamra á því og hér bila að engin annar hafi mátt hafa aðra skoðun, svona nánast, svona ef út í öfgan er farið. Og það að vita ekki hefði alveg gert þig geðveikan. Núna finnst mér þetta vera miklu jafnara. Núna er einhvern veginn að þú ert öruggari í þinni þekkingu og það skiptir minna máli hvað öðrum finnst. Og þegar þú veist ekki eitthvað, þá er það einhvern veginn ekki þitt vandamál. Mér finnst einhvern veginn vera aðeins jafnara á þér heldur en núna og það er eitthvað sem að þarna skaltu halda áfram að vera. Haltu áfram að kanna þessa heildarmynd og mundu að þú hefur alltaf val þín viðbrögð. Og þannig kemur svolítið sko að þú ein ert ábyrgur fyrir eigin líðan, eigin hugsun, eigin gjörðun og eigin sársauka. Það er engin annar ábyrgur fyrir þessu. Og þú ert ekki ábyrgur fyrir annara. Það er svolítið þannig sem að mér finnst faktorinn þinn vera detta í gang. Og þú ert að taka einhvern meiri ábyrgð á sjálfum þér og þeim sem að þurfa á þér að halda þar að segja að því leitum til að þú ert að vera mjög skilvirkari gagnvart þeim. Aftur á móti eins og ég segi, ef þú átt börn, þá ertu í því að velja fyrir þau líka upp að ákveðnu marki. Og það er einhvern veginn orðið skýrara og heilbrigðara fyrir þér. Mér finnst vera mikill vöxtur búin að vera. Og
það er svona það er verið að biðja helst að halda því áfram og sérstaklega hvað varðar þetta æðruleysi sem þú ert búin að öðlast og hógværð. Það er einhvern veginn, með því fylgir svo mikil ró og með þessa áframhaldandi vinnu í þessa átt þá finnst mér eins og þessi svo margt í fortíðinni sem einhvern veginn bara fer að renna af þér og það einhvern veginn að skilja að baki. Það verður eins og kasta vatn á gæs, finnst manni. Það er ennþá verið og verður áfram. Reynt einhvers staðar svolítið að stuða þig og þar eru að tala og fyrst og fremst, hate to say it, þá er það svona þínu nánustu sem að munu stuða þig en það eru þeir sem að náttúrulega ná að stinga undir brynjuna fyrst og fremst. En það er líka, það er svolítið með þessu vexti að þínu allra nánustu ósjálfrátt flestir óvart kannski pikka og grafa undan. Bara því að þín breyting, þó hún sé jákvæð, veldur óöryggi hjá öðrum. Að því að þínu nánustu þekkja þig á ákveðinn hátt og þegar það breytist þá ögrar það þeim. Þannig að þegar að þér finnst þú mæta mótlæti hjá þínu nánustu varðandi breytingarnar þínar, þó þær séu jákvæðar, mundu að það er ótti og óöryggi og það er ótti gagnvart það að vera að missa af þér, að vera að missa þig frá sér. Þannig að ekki láta það draga þig niður. Haltu áfram og með tíð og tíma þá munu, sérstaklega fyrst og fremst þeir sem þá þykja vænt þig, þau munu sjá að þetta er til góðs. Af því að hér ertu, þú ert að losa þig við svo mikið skít á fortíðinni en það mun vera svona aðeins naggað í þér. Og já, það mun stuða þig tíma en mundu bara á hvaða leið þú ert. Ekki láta draga þig tilbaka. Fyrst og fremst það. Fáum pínubílt í það. Fyrst vanandi hluti sem ég er að tala um. Ég held ég sem var ákveðin stokk. Ég var óviss, ég held að þessi sem er í stokkum. Það voru hlöðu hlið. Svona, þetta er allt annað. Ok, svo varum við leiðsöfnuna. Ok, þetta var taka það sem ég sá og niðurstöðuna. Svona, þetta er aftur. Svo svona tala við mjög sannur hrútur sem á oft erfitt með nánu sambönd og kannski að fara gerum einhverja erfiðleika í nánu sambandi núna. Alltaf er það manneskja, mögulega svona ofursjálfstæður eða ofta inn á báti og mér finnst þess að ég er erfitt með að finna sér jafningja. Það er samt búin að vera mikil, finnst mér, innri vinna hjá þér. Einhvern veginn, hér bil, mér langar nánast til að segja eins og hafi verið námi eða einhvers konar, að rækta þig á einhvern, að sækja þér þekkingu, sækja þér reynslu, að gera einhverja breytingar, einhvers konar meðferð sem þú ert búin að vera í með sjálfu þér eða með aðstoð, hvort sem það er. Ég finn bara að það er búið að vera mikill fókus á sjálfsrækt og sjálfsvinnu. Og eins og þú ert komin langt, þá finnur þú samt að bardaginn er ekki búinn. Eða stríðið er ekki búið. Þú ert búin að vinna hérna kannski einhverja bardaga hægri vinstri, stríðið er ekki búið og það er áframhaldandi vinna. En þú ert farin að sjá fyrir þér markmiðið og markmiðið er fallegt og gott og það er
raunhæft í dag frá því sem var. Og við vorum að tala hérna að sko halda áfram í þessari hógværð og æruleysi gagnvart hlutunum, ábyrgðina þína gagnvart sjálfu þér og eigin líðan fyrst og fremst, og þetta val sem við höfum alltaf, minna þig á það, halda því áfram að velja fyrir þig og velja áframhaldandi innri vinnu, áframhaldandi hugleiðslu inn á við. Og sko hér enda kemur að það að styðja aðra í gegnum svipaðan pakka og þú ert búin að vera að fara gegnum, það getur oft verið mikil kennsla í því og mikil reynsla. Þannig kemur svolítið að það er kannski mögulega komið tíma á það fyrir þig að miðla þinni reynslu, þinni þekkingu til annara og styðja þá í gegnum svipað ferli. Þú lærir svo mikið af því og vext svo mikið af því, og það er svona næsta skrefi finnst mér í þínum vexti og hjálpar þér eitthvað neginn. Það er eitthvað neginn svona, þá gerur þau eitthvað neginn frekar vopnahlé gagnvart sjálfa þér. Þetta orðalag kannski svolítið skrítið, en það er svolítið þannig sem að það birtist mér. Þá ertu eitthvað neginn hættur að stríta og rembast fyrir þig, af því þá ertu farin að flæða miklu bara svona rólegra, farin að miðla til annara og lærir einhvern veginn, sko lærdómurinn verður svona, má segja sjálfvirkari sko. Þú þarft ekki að vera alltaf að sækja þér reynslu eða þekkingu eða lærdóm annars staðar frá, af því þá fer það að renna í gegn og þá áttar þig betur á því hvað þú í rauninu veist mikið, finnst mér að vera að koma svolítið hana. Og þú getur þá fyrir vikið hætt þessum barningu við þig, við sjálfa þig, þegar það er ennþá kannski að þér hættir til að ætla að fara, sérstaklega þegar þú ert kannski svolítið öfga oft á tíðum, að þá ferðu svolítið kannski í það að rífa sjálfa þér niður eða hjálpa svolítið á þér, veist að þú sért ekki nóg. En þannig að mér finnst þú vera heilt yfir kannski farin að vera svolítið mildari við sjálfan þig eða sjálfa þig. Mér finnst líka að þú vera farin að velja heilbrigði fyrir þig. Og niðurstaðan við vorum að tala að já, þú ert hér sko fortíðin, þú ert að skila henni og hætta að taka hana með þér inn í núið. Það er að ganga mjög vel hjá þér og þú ert á réttri leið með það, en það mun hræra við þér og setja þess að nálar að fólkið í kringum þig og sérstaklega þínu nánustu mun að taka þessum breytingum hjá þér sem ögrun. Þó að þetta séu jákvæðar breytingar. Það verða einhverjir vinamissir. Það er ekki hjá því komið þegar við gerum stóra breytingar hjá okkur sjálfum að einhverju vinir hverfi. En það er allt í lagi. En hins vegar það finnst mér hér líka vera svolítið sko þegar, eins og þetta sem ég sagði áðan varðandi að þetta væri svona eins og kasta vatn á gæs, að þá finnst mér sko mjög mikið að því liggur í því að fólk kannski ætla að sparka í ökklana á þér eða krafsa eitthvað í þig, haggar ekki við þér. En það eru samt, og þannig aftur kemur þeir allra nánustu. Þeir vita hvað veikustu blettirnir eru. Það er það sem stuðar þig. En þá kemur að þú þarft að muna að fylgjast með því sem raunverulega skiptir máli, ekki eitthvað svona smáatriði sem að hefðu áður stuðað þig. Vertu svolítið vakandi á verðinu fyrir því hvað skiptir þetta þig máli? Hvort sem það er álitið frá þessara manneskju eða það að þessi einstaklingur, þessi gamli vinur þolir ekki þessi jákvæðu breytingu og er hættur að koma í kaffi eða hvað nú.
Og þetta aftur kemur valið. Ætlarðu að fara í einhvern slag eða ætlarðu að leggja niður vopnin? Þú ræður þínum viðbrögðum. Þannig að mundu hvað skiptir raunverulega máli. Mér finnst eins og að þú sért líka komið með þannig þroska þegar hér kemur svo mikið innsæið og jafnvægið. Og þannig ert þú farin að sjá og læra og kunna að velja þín viðbrögð. Að þú finnur þetta, það sem verið að pikka í eitthvað gamalt eitthvað sem skiptir þig í sjálfu sér engu máli lengur. Þannig að mér finnst þú vera á mjög fallegu þroskaferli og áréttri leið með það og megin skilaboðin bara svolítið þau að það er verið að biðja þig að halda áfram í þessari stefnu. Halda áfram í stefnu sem þú ert í, þegar þú ert á mjög fallegri leið. Og ég ætla að fá einu gyðju fyrir þig. Það er fylgt þar út þessar síðustu vikur mánaðarlega. Það er gyðjan Arianrod, tímið, gyðja tímans. Hún keltnesk þessi, hvernig fjana verið með þetta nafn. En hún gyðja tímans og hún leiðsögunin í þessu ferli til þess að gæta þess að alla tímasetningar séu fullkomnar. Og það mun ergja þig oft á tímum að hlutinni gerist ekki akkúrat þegar þú vilt, en það hér ámenningum að það hefur allt sinn tíma og sérstaklega í þínu ferli núna að það ekki til neins að segja ég vil, þú veist, alltaf fara að hamra eitthvað á því að þú vildir að þú hefur uppgötvað þetta 10 ára fyrir eða hvað að þú hefur væri búin með þennan þroska. Málið að þetta alltaf gerast á hálfréttum tíma hvort sem þér finnst það ekki. Ef þú hefði alltaf að fara í gegnum þetta ferli fyrir x miklum tíma eða x mörgum árum eða hvað nú, þá hefur sennast ekki haft þroskan eða getuna í að fylgja því til hlíkar. Og ekki hafa áhyggjur af því að þú hafir ekki nægan tíma til þess að gera allt sem þú ætlaðir. Það aldrei of seint. Þú hefur allan þann tíma sem þú þarft. Og Arianrod, hún hér til að minna þig á þolinmæðina, tilhlökkunina, traustið og minnir þig á að bara anda djúpt og treysta prósessnum sem þú ert í, treysta ferðinni og þroskanum sem þú ert í. Það minnir þig á að meira segja þegar þú finnst eins og þú sért eitthvað að ströggla þig í átökum, það hefur alltaf tíma til að velja fyrir þig hvernig þú ferð í gegnum og leysir hlutina, hvernig þú bregst við og hvar þín leið liggur. Það muna, allir þessar árekstrar, ögranir, áskoranir, þetta líður allt hjá. Og þú hefur alltaf val að stýra sjálfum þér inn á rétta braut fyrir þig aftur, þó þú færir út á sporinu. Þú hefur alltaf tíma til þess að velja. Það skilaboðin frá henni, Arianrod. Og þá lesur fresh út bókið. Við höldum áfram. Og næst það þá nautið.
fá niðurstöðu fyrir þetta. Nautið sem ég er að tala við, skulum byrja þar. Þú átt langa leið að baki mitt kæra naut og þú ert að fara gegnum mikinn þroska, en mér finnst eins og hér þá ertu oft á tíðum mjög upptekinn að öðru fólki en sjálfu þér. Og það er svolítið það sem mér finnst að vera hamlandi í þínu þroska, að þú ert, þetta er svolítið svona, já, flísin í auga hins og björkinn hjá þér og allt það. En nautið sem ég er að tala við er engu að síður eins og sé í sínu þroskaferli og er að uppskera mikinn þroska. Búin að vera að fara í gegnum ofboðslega breytingar, finnst mér, og búin að fara í gegnum ýmislegt í lífinu almennt, en svona það er að koma til mín núna, sko, hvernig þetta er kannski búið að vera fyrst og fremst núna, þetta misseri og kannski síðasta, er að mér finnst eins og þú sér búin að vera kannski að taka á þig svo mikið svona annara ábyrgð. Bæði taka ábyrgð á öðrum og fyrir vikið nærð kannski ekki að sinna sjálfa þér. Bæði búin að vera kannski að varpa þínum erfiðleikum yfir á aðra, jafnframt því. Og þetta er svona heilt yfir, finnst mér, og þannig erum við svo misjafnlega gerð. Af því að auðvitað þá er það náttúrulega aðstæður misjafnar og svona, og það er mjög auðvelt að gleyma sér í öðru fólki. Svo við tala ekki ef þú átt börn, að þá er náttúrulega svo auðvelt að vera með alla athyglina við börnum sín, eða það sem er manni nánastir, og þá gleymir maður stundum svolítið sjálfur sér. Og maður gleymir að sinna sínum eigin þroska eða sínum eigin vandamálum eða sínum eigin skuggum eða hvað nú. En þetta er líka ákveðin flótta aðferð hjá mörgum. Og mér finnst eins og kæra naut að þetta sé kannski ákveðin flótta aðferð hjá þér, að þegar að það er eitthvað í sjálfum þér sem að þú átt erfitt með að takast á við eða vilt kannski ekki viðurkenna eða vilt helst bara fá að hunsa í friði, að þá beinir athyglinni á einhvern annan, hvort sem er til að hjálpa einhverjum öðrum eða til að setja út einhvern annan. Í flestum tilvikum ætla ég að segja að þú vilji hjálpa einhverjum öðrum, en þú gerir ofta á mjög skrítin hátt af því að þannig kemur það fyrir að þú mögulega tekur fyrir hendunar fólki. Og mér finnst ég vera að styggja einhverju naut með að tala svona hreint út, en ég ætla ekki að tala undir rós við þig. Þú verður bara að taka þessu og þú verður bara að vera reiður við mig einhvers staðar. En hérna finnst mér eins og þú sért það svolítið að fría þig undan ábyrgðinni á sjálfum þér með því að setja fókusinn á annað fólk. Hvort sem það er einmitt að þú sért að taka annarra manna áhyggjur svona ofboðslega inn á þig, að þú ætlir að vera allur í öllu að hjálpa öðrum, eða jafnvel sko fer að pota og pikka í að hinir og þessir séu sko að aðtast í þér. Og setur svolítið skömmin og ábyrgðina eitthvað annað. Að það er erfitt hjá mér af því að þessi þinn og það lalalala. Mér finnst eins og akkurat núna þá sértu á flótta undan sjálfu þér og varpir ábyrgðina af þér yfir á aðra. Segja bara nákvæmlega eins og þér. Eins og ég segi, ég er að styggja alveg þó nokkur naut hérna. Ég finn það bara um leið, en það verður bara að hafa það. Leiðsögnin er eins og að þú þarft að virkilega stoppa og líta inn á við að það akkurat núna þá sko þá ertu búin að vera svolítið með athyglina á einhverju öðru. Það ert búin að vera svolítið með athyglina út í skýin og út í loftið og á einhvern annan og
og þá missur svolítið fókusin á það sem skiptir máli sem er þú, og þú þarft að fara í innri vinnuna, þú þarft að fara í mjög djúpa naflaskoðun og gera það svolítið upp á eigin spýtur og gera það sjálfstætt, þó að það þýði að tíma upplifirðu kannski svolítið einmana, og það ekkert djók að fara í þetta, en þannig öðlastu svo mikið meiri sigur í lífinu og sigur í þroska. Þegar akkúrat núna þá ertu búin að vera, fókusin búin að vera eitthvað staðar annars staðar, og þá missirðu svolítið tökin á því sem skiptir máli og söllar þig út frá þér, en þú þarft að virkilega kafa djúpt inn á við og taka þann slag fyrir þig og þig einan. Sigra fyrir þig, ekki fyrir aðra, eða berjast við einhverja aðra. Þetta snýst bara þig. Núna þetta snýst algjörlega bara þig og engan annan. Og þú ert ekki að slást við einhver utanaðkomandi öfl heldur. Þetta þú að slást við sjálfa þig. Það algjörlega þar. Þannig farðu inn á við. Hættu að setja fókusin eitthvað út. Það að hamla þroskanauðin. Niðurstaðan svo að þú ferð að skína þínu bjartasta ljósi í mikil gleði og miklum styrk, og mun skýrari stefna, mun meira jafnvægi og betri yfirsýn og betri skilningur á eigin ferðalagi, eigin tilfinningalegum þroska, eigin líðan, og einhvern veginn þá verða hlutinu bara miklu skýrari fyrir þér og þú fer að flæða í miklu jafnari farvegi heldur en áður, og sjálfstæðari þar að auki finnst mér. Það mun vera mun meiri gróska hjá þér og aftur jafnvægi í líka veraldlega lífinu. Það hér jafnvægi í þessu andlega og tilfinningalega, og hér þetta veraldlega í jafnvægi líka. Og mun skýrari stefna og kraftur til að taka þessa stefnu sem þú vilt vera á, sem náttúrulega bara hamingja ein og sér. Þú verður eitthvað miklu sterkur og kraftmeiri, en þannig þarftu að taka fókusinn af öllu hinu í kringu þig og fara algjörlega inn á við. Ég ætla að fá smá dýpt inn í þetta. Varandi nauta sem ég að lesa fyrir. Ljósið. Og niðurstaðan. Ok, nauti sem ég að tala við. Það voru tala manneskju sem búin að fara í gegnum ýmislegt og alls konar, með mikið að baki, en einhvers staðar upptekin að því, einhvers staðar ekki að horfast í auga við eigin bresti, verður að segja, svo varpar ábyrgðinni yfir á aðra, og eða öllu heldur tekur ekki ábyrgð á sjálfum sér með því að taka ábyrgð á öðrum, eða, já. Þú ert í einhvers konar blokkeringu, en málið þetta að þessi blokkeringa algjörlega mentalt þín eigin. Þú ert búin að mála þig einhvern veginn út í horn, en á sama tíma þá, þú ert það eins og þú sért hreinlega bara inn í einhverju svona búblu og búin að mála þig út í horn.
og í staðinn fyrir að átta þig á því að herðu, það er ég sem bjóð til þessa búblu utanum mig, það er ég sem er búin að króa sjálfa mig hérna af, það er engin annar sem er eitthvað búin að vera aðtast í mér og smala mér hér inn í horn. Ég bjóð þetta til sjálf. Því fyrir sem þú áttar því á því betra. En það er staðan sem þú ert í. En aftur á móti, staðan sem þú ert í líka núna og ert búin að vera, segir að þú ert búin að mála þetta í horn og kennir einhverjum öðrum Bara sorry, ég er að segja þetta nákvæmlega bara hreint út. Leiðsögnin var að leita algjörlega inn á við og einmitt hætta að pæla í öðrum af því að þú ert svolítið að missa tökin á því sem skiptir máli með því að við erum alltaf með hausinn út í blánum og það eru þessi persónulegu sigrar sem þú þarft að fókusa á fyrir þig og það gerist með innri vinnu og hérna kemur einmitt að hugleiða inn á við að trúa bæði á mátt hugleyslunar, mátt innri þekkingar og trúa leiðsögninni, hvort sem það er æðri eða utanaðkomandi, hlustaðu, taktu mark á því sem er sagt við þig. Þegar þú átt til inn í búblunniðinni þá ertu svolítið einn með sjálfu þér og engin annar til að tala við. Og þú þarfnast að komast í betri jafnvægi. Þú þarfnast að finna svolítið mótvægið við þig í því sem þú gerir. Þú þarft að muna eftir jarðtengingunni þinni og ná jafnvægi í þessum veraldlega heimi líka. Það er eitthvað sem að bíður þín ef þú tekur leiðsögninni, ef þú trúir leiðsögninni og tekur henni. En þessari niðurstöðu fylgir, eins og ég segi, mikill kraftur, skýrari stefna, jafnvægi, hér er komið samanspilu, 2 sexur í mynt, veraldlegt jafnvægi, tilfinningulegt jafnvægi og yfirsýn. Og hér er verið að hamra á innri vinnunni, að leita inn á við og í styrkinn inn á við. Og virkilega fara í þessa naflaskoðun. Það er gífurleg þörf fyrir það hjá þig núna að leita djúpt inn á við. Og svolítið átta þig á því að það er enginn sem að ýtti þér út í þetta horn. Þú málaði þig þangað sjálf og núna þarfst þú að takast á það. Ég finn það alveg, ég er að styggja þá nokkuð naut. Og við fáum hér gyðju. Og 2. Ég hugaði við það. Við erum með Persefóni og Morrigan. Byrjum á Persefóni að hún var hér á undan. Og hún er hér merkt með inexperience, það er að segja reynsluleysi. Og vera að minna þig á að stundum þá er það að vita ekki dýrmæt gjöf. Og Persefóni er hér til að bjóða þér að stíga inn í lærdóminn á þess að vera með þekkinguna fyrir, það er að segja að vera svolítið óundirbúin og fyrir vikið fara inn í lærdóminn að með fullkomlega opnu hjarta. Því að það er ákveðin berskjöldur í því að fara óundirbúin og ólærður í eitthvað svona algjörlega nýtt. Af því að ótti og óöryggi kemur út frá því að þekkja ekki og vita ekki og óvissu. Persefóni er hér til að minna þig á að styðja þig í því að
fara í gegnum komandi lærdóm án þess að falla í ómeðvituð mynstur og óheilbrigð mynstur sem eru mögulega djúpt skorðuð hjá þér. Það svolítið hér líka verið að minna á að ekki bíta í forboðna eplið ef þú ert ekki viljug til þess að borga þar fyrir, ef þú treystir ekki áhættunni. Og hún hérna líka til að minna á ef þú upplifir óöryggi við því sem verið að bjóða þér, taktu þér það augnablikið til að stíga tilbaka og spyrja sjálfa þig að því hvort þú hafir nægilega visku og styrk til þess að kanna þetta án, má segja, viðhengja, án tilætlunar hvað gerist næst, án þess að vera búin að ákveða fyrirfram hvað eigi að gerast. Ef svarið er já, þá skaltu halda áfram. Ef svarið er nei, þá skaltu bíða. Af því að það þessi tilætlun sem að þvælist fyrir þér í rauninni. Það verið að biðja að stíga út í óvissu og treysta. Ekki með fyrirfram ákveðna hugmyndir hvað bíðið þig. Og svo varstu líka með Morrigan, sem merkt hér með dauða og galdur. Lítt á líf þitt sem gjöf og reynsluna þína sem fallegt tækifæri til þess að fara, segja mér, úr heiminum og skilja við hann sem betri stað. Þegar þú deyrð, þá gefurðu plánetunni eða orkunni, alheimsorkunni, uppsprettunni, hvað sem þú vilt kalla það, þá gefurðu það því tímanum þínum sem þú varðir á þessari jörðu eða í þessu jarðneska lífi. Og allar reynslunum þínar, öll samböndin þín og samskiptin þín og allir draumana þínir fer inn í, má segja, alheimsbankann. Núna tími til þess að láta ákveðna hluti í lífið þínu deyja og skila því inn í alheimsbankann. Gömul munstur, gömul þekking, gamall ótti. Slepptu tökunum á því með kærleika og þakklæti. Skildu óttanum eftir að þegar í dauða mikill galdur sem felst í því að ekkert getur í rauninni verið eyðilagt. Og frá ösku þess gamla mun nýtt líf og nýjar draumar rætast. Þannig að horfðu á þessa tíma, þennan tíma þeirra deyjandi og dauðans með kærleika og hugrekki. Vertu viljug til þess að vera algjörlega tóm, af því að með því að tæma þetta gamla í burtu gefur færi á því að nýr heimur fæðist innra með þér. Og það gildir líka gamlar hugmyndir, gamlar tilætlanir, gamlir draumar og gamlir óttar. Þannig að það verður svolítið að biðja þig að sleppa tökunum á öllu því sem þú veist til þess að fara inn í eitthvað algjörlega nýtt og óþekkt, og þá þarftu að treysta. Það eiginlega alveg magnað að fá þær tvær saman, í veikina. En þá leiðsögninni fyrir nautið lokið og tvíburinn liggur fyrir næst.
Við byrjum á því að athuga hvaða tvíbura við erum að tala við. Þetta já, allt í lagi. Þeim þess að vera. Þessi tvíburi þarf greinilega eitthvað að tjá sig. Finnst þetta aðeins svo mikið að sig. Fáum leiðsögn tvíbura, ok. Ok, og fáum niðurstöðu. Tvíburinn sem ég að tala við. Þetta hérna. Tvíburinn sem ég að tala við, já, ok. Það búið að vera ýmislegt í gangi hjá þér, kæri tvíburi. Það búið að róta heldur betur við þér upp á síðkastið eða síðasta misseri eða allavega hér sko. Já, vægast sagt búið að vera að róta við þér og svona ýmislegt sem að kannski búið að vera, mér finnst þess að það sé búið að vera svona tryggir að þig upp á síðkastir, hvort það sé umræða sem allir gangi núna þegar hvað, en það einhvern veginn allavega svona einhver fortíðarmál finnst mér sem að þú ætlaðir að vera búin að sleppa tökunum á og ert að mörgu leyti búin að sleppa tökunum á sem að verið að róta við núna og þú finnur að svona ýfist allt upp og setur þau svolítið nálar og þetta ferlega óþægilegt. En þetta eitthvað sem þú sko tilheyrir fortíðinni þér fannst vera sko búið mál og sko búin að gera upp að svo mörgu leyti sko, en þetta eitthvað sko mál sem að voru gigantísk á sínum tíma finnst mér. Og rótuðu heldur betur við þér og það núna verið að ýfa þetta alls saman upp og þú veist ekki alveg hvað þú átt að gera með þetta að því að staðan á þér í dag allt önnur eins og var þá og þú ert í miklu meira jafnvægi og ert í miklu gleði og hamingju og í miklu svona heilbrigðari samskiptum og sambandum og nokkuð tíma varst á þessum tíma sem þessi hlutir voru að gerast hvort sem þetta var sko, svona eitthvað tráma sem gerðist, eitthvað missir jafnvel, sem að mörgu leyti búið að sko gróa mikið, en núna sko, mér finnst eins og það sé búið að vera að ýfast upp hjá þér. Þú veist ekki alveg hvað þú átt að gera með þetta núna, þetta passar ekki inn í svona þinn nútíma lífstíl eins og hann í dag einhvern veginn. Þannig að mér finnst þú vera pínu týndur með hvað á ég að gera við þetta núna. Þú veist, núna ég með eitthvað eldgamall sár blæðandi og ég veit ekki hvernig ég á að plástra það saman. Af því að þú hefur ekki þurft að díla við þetta í svo mörg ár finnst mér. Eða marga mánuði eða hvað nú. Af því að þú ert í þannig stað núna að það mikil hamingja og gleði í lífinu.
Þannig að það sé verið róta við þessu núna, það svona mörguleyti finnst þér jafnvel ósanngjarnt. Leiðsögnin svolítið mikið bara að treysta og halda áfram. Halda áfram í þess sem þú ert að gera því að þú ert á mörguleyti í svo miklu jafnvægi, þú ert á mjög heilbrigðum stað, sérstaklega hvað varðar samband og samskipti. Þú ert í miklu grósku. En að þó að það sé verið að ýfa þetta upp núna, það hefur sína kosti og galla. Það hefur, já, þann galla að það er verið að ýfa upp eitthvað gamaltíðar og þetta triggerar þig og setja þig á stærra nálar. En hefur kannski þá kosti að líka finna breytinguna á þér versus hvað var. Hvernig hefur þú triggerast við þessu fyrir x löngum tíma? Hvernig hefur þú brugðist við? Hefur það keyrt undan þér lappirnar og hefur þú bara fallin í ómegin hér bil eða hefur þú getað díla við það? Mér finnst eins og þessi vera að ýfa þetta upp hér núna til þess að minna þig á að sýna þér hvað þú ert búin að hreinsa og gera þetta mörguleyti upp. Hvað þú ert miklu sterkari í dag en þú varst áður og hvað þú ert miklu heilbrigðari. Það finnst mér sérstaklega í nánum samböndum og samskiptum. Taktu því eins og þú vilt, hvort sem það eru parsambönd, ástarsambönd, hjónabönd eða fjölskyldubönd, vinabönd, samstarfsbönd. Skiptir ekki máli hvernig sambandið er. En mér finnst þú vera heilt yfir heilbrigðari í samskiptum og samböndum. Þannig að nýttu svolítið þetta sem að ýfast upp hjá núna til að sjá hvað þú ert komin, hvað þú ert orðin miklu þroskara manneskja frá því sem var. Og niðurstaðan finnst mér vera að einmitt þannig að þá eitthvað neginn þú finnur miklu betur fyrir hvað sérstaklega annarra manna álit skiptir litlu máli. Þú finnur tærar fyrir hvað samböndin eru betri en það sem þau voru. Þú ert miklu sjálfstæðari, vitneskjan og þekkingin miklu sterkari og sjálfstæðari en það sem var. Annarra manna álit skiptir engu máli, það er enginn að fara að geta dregið þig eitthvað niður og hvað það niður á sitt plan ef ykkur ætlar að fara að aðtast í þér. Þú átt miklu traustari og öruggari sambönd og sérstaklega samstarf og vinabönd en það sem áður var. Og það eina er að ef þú berð saman daginn í dag frá því sem var þá þegar þessi atburðir gerðust að þú ert kannski búin að gleyma hvað í rauninni hlutirnir hafa breyst mikið. Það hefur verið svolítið að minna á sig þar, vera að benda þér á. Ok, já, þetta er sárt kannski núna að vera að ýfa þetta upp, en manstu hvar þú varst og manstu hvað þú varst öðru vísi. Sérðu hvað þú ert þroskur miðað við þá. Að það er svo auðvelt að gleyma sér og sérstaklega þegar hlutinni ganga vel, að þá gleymum við okkur, af því að það eru erfiðleikarnir og sársökin sem sitja einhvern veginn alltaf fastar í minninu en allt hitt. Við skulum fá smá dýpt í þetta, Nefertari. Byrjum á, ok, það leifa þessu bara liggja þar sem þetta lendi. Nei, það ætlar bara hálfur stokkur að koma með því ég er ekki til það. Ok, ég skil. Málur að það komi hér svo mörg spil áðan að það greinilega á ekki að koma meiri dýpt í þetta, en það komi þessi tvö sem ætla að fá að vera með í hinum bókunum. Við vorum búin að tala hér tvíburi sem að
hefur farið í gegnum mikla erfiðleika í gegnum tíðina en það tilheyrir fortíðinni, búin að gera rosalega mikið af því upp og heila mikið af því en núna er verið að tryggjara þig, svona ýfa upp ykkur gömul sár og þú svona veist ekki alveg hvað þú átt að gera með þetta í daga þegar þú ert á svo allt öðruvísi stað, að þú ert í hamingju og þú ert í gleði og þú ert miklu heilbrigðari sambandi með samskiptum. En það er verið að ýfa þetta upp. Leiðsögnin er svo að minna á þroskann þinn og benda þér á hvað þú ert allt önnur manneskja en það sem þú vart og minna á, sko, þetta hefur sína kosti og galla. Það sé verið að ýfa þetta upp. Og það er sérstaklega verið að minna hvað þú ert heilbrigðari í samböndum og hér finnst mér verið að koma að þú ert orðið svo miklu heilbrigðari við það að, sko, standa með þínum mörkum sérstaklega og standa með því, sko, hvað þú gefur frá þér og hvað þú heldur eftir fyrir sig. Og mér langar til að sýna það sérstaklega þessa mynd. Að þú sérð hér að konan, hún á hér góðan skerf fyrir sig. Hún er búin að gefa sitt hvorm einstaklingnum hér hvora skálanum fyrir sig. Þeir eru með fyrir sig en eru að biðja um meira og betla meira. Og hún passar sitt. Hún er búin að gefa svolítið af sér en hún passar að eiga nóg fyrir sig. Og þetta er svolítið svona táknmyndin fyrir heilbrigð mörk. Þetta er sú sem er búin að rækta handa sér, getur gefið af sér innan skynsamlegara marka. Og það er svolítið verið að benda þér á þennan hluta í þér. Þetta er þroskinn sem þau eru búin að eiga sér í stað síðan þessi atburðarás sem er minna á sig núna, síðan að það gerðist. Og niðurstaðan, það kemur endurtekning. Við erum með 2 sinnum ás í stöðum hérna sem er svolítið svona bæði ný tækifæri en þetta er líka svolítið svona sjálfsöryggi og vissan í því sem þú gerir og sjálfstæðið. Eins og ég sagði áðan þá er, sko, það er enginn að fara með þig neitt og þú ert einhvern veginn vissari í þínu og það er enginn að fara að geta nagað í ökklana á þér eða sparkað undan þér fótunum. Og samböndin þín og samskipti eru miklu heilbrigðari og halda áfram að vera á, styrkjast enn frekar, sérstaklega einhver vinabönd finnst mér. Það eru líka einhverjir endurfundir, þannig að mér finnst mögulega eins og sért að fara að tengjast aftur einhverjum gömlum vinum og á mun heilbrigðari forsendum. Þegar hlutirnir eru mjög góðir, en það er bara svolítið hætt við því að við tökum ekki eftir góður hlutunum að því að þeir rista okkur ekki eins og vondur hlutinir. En þú ert með tækifæri hér til þess að, sko, sjá eigin þroska fyrst og fremst. Það er svolítið það sem er verið að minna það á sig. Og eins og ég segi, þetta með kostina og gallana. Gallinn er, já, vissulega sá að þetta er ýfa upp einhvern sársauka hjá þér. En kosturinn er sá að þú sérð mun skýrar í dag hvað þú ert búin að þroskast mikið. Þetta er svona áminning, þetta ferli sem þú ert í núna. Það gerist stöku sinnum hjá okkur að þegar við erum búin að gera upp eitthvað skít, eitthvað sársauka, að þá svona aðeins ýtt við því, ýft sárin svolítið, bara til að minna okkur á. Og svo við gleymum því örugglega ekki að við þroskumst og við lærðum. Ég vil að fá gyðju til að fyrir þér út mánuðinn. Það kemur gyðjan. Það eru 2. Við erum hér að tala egypsku gyðjuna Ma'at sem er sannleikurinn, eða gyðja sannleikans
og hún hér til að styðja okkur í því að sjá hlutina virkilega réttu ljósi og í sinni hreinustu mynd og styður okkur í gegnum sársaukann sem fylgir því oft að sjá sannleikann. Mér finnst hún að vera hérna sem svona aukaatriði og áminning, þannig að ég ætla ekki að kafa dýpra hérna, en mér finnst Artemis vera svona megin skilaboðin fyrir þig, tvíburi. Þannig ég ætla að setja fókusinn á hana. Núna tími til þess að koma þínu til skila. Gefðu eftir í ferlið sem í gangi hjá núna og það sem að vera að kalla til þín, það sem verið að pikka í þig. Gefðu eftir í að veita þig athygli, ekki flýja. Leyfðu þér að kafa í það og leyfðu þér að treysta sjálfur þér til þess að skoða það. Þegar að þú mætir því með sönnu og hreinu hjarta og þakklæti, þá myndu uppskera miklar óskir og víkingaldum má segja. Stundum þá gleymum við okkur í því að fókusa á einhvern einn hlut á einn hátt með eina niðurstöðu eða með eina væntingu, að þegar hlutinni ganga þá ekki nákvæmlega þannig upp, þá upplifum við eins og svo mikið tap. Þannig að þó að þroskinn sé ekki nákvæmlega það sem þú áttir von á í upphafið, það sem þú vildir eða ætlaðist til að yrði, það sem þú skilgreindir kannski áður sem markmiði með heiluninni eða uppgjörunni eða þroskunum, að þó það sé ekki akkurat eins og þú sást fyrir þér, ekki líta á það sem ósigur, það engu að síður sigur þó að það líti öðruvísi út en það sem þú sást fyrir þér í upphafi. Ekki vera of hyperfókus á þetta. Artemis með boð handa þér. Mildaðu fókusinn og leyfðu uppfyllingu drauma þína að koma til þín eins og það kemur, án þess að vera með tilöfun hvernig það eigi að vera. Gefðu eftir, lokaðu augunum og slepptu tökunum og slepptu spennunni sem í líkamanum þínum og í andanum þínum. Gefðu þér pásu af því að þú þarft að stoppa og anda. Artemis hér til að minna þig á að spenna ekki bogann hástöfum, þá slítur þú strenginn. Taktu þér tíma inn á milli til þess að slaka á bogastrengnum og anda og mæta sjálfur þér í mildi. Þá þessari lesson fyrir tvíbura lokið og þá erum við þar að auki búin í bili. Og ég kem til með að taka fyrir seinustu 4 merkin næst, eftir standa krabbi, ljón, meyja og vog. Ég vona að þið hafi notið góðs af þessu myndbandi, þessari leiðsögn. Vona skilbúin ráti rétt heim til þeirra sem þurfa á þeim að halda. Annars þá þakka ég bara kærlega fyrir mig í bili og bara þar til næst. Takk fyrir.